Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra segir að kirkjunni hafi verið ýtt til hliðar sums staðar í samfélaginu. Kirkjan hafi sýnt þessu umburðarlyndi og gefið eftir fjármagn sem hún eigi rétt á. Þetta sagði hann við setningu kirkjuþings í morgun. Biskup Íslands leiddi bænastund við upphaf kirkjuþings og forsætisráðherra flutti ávarp. Það má alveg halda því fram að kirkjunni hafi verið ýtt til hliðar sums staðar, til dæmis í sumum skólum, sem að mínu mati er alls ekki til bóta, því að kirkjan og kristni þrátt fyrir allt það mikilvægur hluti af sögu okkur og menningu að það bara sjálfsagt fyrir öll börn hverra trúar sem þau eru að fá að kynnast því. Kirkjan hafi sýnt umburðarlyndi og gefið eftir af því fjármagni sem hún á rétt á, samkvæmt lögum, styrkt ríkið á tímum efnahagsþrenginga. Viðræður fjárhagslegt samband ríkis og kirkju að hefjast á vegum innanríkisráðuneytisins. Ertu hlynntur því að hún fái eitthvað af því fjármagni tilbaka? Já, það í sjálfu sér ekki með annað að ræða fyrir ríkið, því að kirkjan hefur þetta, sýnist mér að miklu leyti í hendi sér, lagalega séð. Þetta eru tiltölulega skýrir samningar og hvað í þeim felst. Samkvæmt nýrri könnun Gallup hefur stuðningur við aðskilnað ríkis og kirkju aukist. Í september á síðasta ári vildu 50,6% skilja að ríki og kirkju en núna 55,5% landsmanna. Forsætisráðherra telur að töluvers misskilnings gæti samband ríkisins og kirkjunar. Í rauninni hefur átt sér stað aðskilnaður ríkis og kirkju fyrir hátt í 20 árum, árið 1997. Hins vegar mikill stuðningur við það að við viðhöldum hér þjóðkirkju, eins og kom fram í þjóðaratkvæðagreiðslu tillögur stjórnlagaráðs.